Velkomin í Sorgarkasti. Ég ákvað að sambandi við þig af því að ég er búin að vera að fylgjast með þér bara svona í gegnum, ég er bara seinustu ár. Við náttúrulega þekktum svona smá fyrir út af þú varst með stelpuna inn á leikskóla þar sem ég var að vinna og ég síðan sé að þú missir mömmu þína og við ætlum að tala um hann í dag og ég hef alltaf kannski að því ég fyrir áður en ég missi Gunna þá hafði ég ekki misst marga, hafði ekki upplifað að missa einhvern svona náinn úr mínu lífi, einhvern sem var svona alveg í hversdagsleikunum mínum. Þannig að ég hef alltaf og ég held að þetta sé bara svona mannlegi parturinn á okkur þegar maður sér eitthvað svona, þú veist, bara eins og á Facebook eða hvað svona það er. Það er maður bara einhvern veginn, bara manni finnst svo magnað þegar fólk getur sett orð á þessa sorg, sko, og þú varst að gera það alveg frá byrjun, er það ekki? Jú, Já. það getur vel verið. Ég gerði mér ekki alveg grein fyrir að ég væri að Manst því. ekki. En ég man reyndar eftir örugglega ég held ég mun eftir því sem þú ert að tala um einmitt, en það er eitthvað við skrifin sem hefur ótrúlega mikið að gerist eitthvað ég skrifa, að bara stór partur af vinnun minni í sorginni, það er einhvern veginn að koma sér frá mér þannig. Já, ég held að margir tengja við það, sko, þú veist, það er náttúrulega ótrúlega oft mælt með því að vera með dagbók til dæmis þegar maður er bara yfir höfuð, sko, en líka þegar maður gangi í gegnum eitthvað erfitt, af því að maður oft, bara heilum eins og svo mikið á flugi og síðan þegar maður fyrir að skrifa þá einhvern veginn er maður að vera, held ég, aðeins meira bara svona í núinu, sko. Já. Þannig ég held að bara tengja margir við þetta, að maður fá eitthvað út úr því að koma hlutunum svona niður á blaði eða einhverju öðru formi heldur en bara að tala. Já, bara svona eins og maður sé með einhverja svo mikla flækjun í heilanum. Já. Og með því að skrifa þá ertu svona ná að koma sér svona ljúflega úr flækjunni. Akkurat. Það er kannski bara svona, þú veist, það er oft stærstu sigrarnir hjá mér þegar ég kem þeim út, bara í kosmósið. Ég hef nefnilega stundum pælt í því, ég veit að þú veist, það er ekki allir sem tengja við það að maður sé að setja á netið, þú veist, hvernig mann líður og þú veist, alltaf eitthvað, þú veist, að pósta og eitthvað svona og ég er svo mikið reynt að svona kryfja bara af hverju í alvörunni ég hef svona mikla þörf fyrir að þú veist, bara segja opinskátt hvernig mér líður eða hvernig til dæmis þetta sorgarferli hefur verið og svona og ég held að fyrir mig þá hefur það verið út af því ég kannski er ekki að ná bara í svona venjulegum bara samskiptum alltaf að segja, þú veist, allt sem ég er að hugsa eða þannig og mér finnst svo mikilvægt að aðrir skilja að þetta er bara eins og ég er kannski að segja þegar ég er að skrifa eitthvað á Facebook eða þú veist, þegar að setja eitthvað á TikTok eða hvað sem það er, að svo mikilvægt að það má tala um þetta og það má tala um sorgina og það má tala um það sem er erfitt og líka það má vera gaman ennþá, þú veist, ég held að margir og það hafa margir sagt það við mig, bara guð mig góður, ég myndi aldrei geta haldið áfram ef ég myndi missa barnið mitt og þú veist, nei, ég geta ekki heldur, eða skilur, mér líður umverulega þannig, þú veist, ég skil þessa hugsun, út af því að þegar ég áður en ég mista hann, að þá hugsa ég þetta líka, ég myndi ekki geta þetta. Þú veist, ég hef aldrei getað sagt hvernig ég myndi vera. Nei. Þú veist, einhvern veginn var þetta svo bara eins og þetta var. Ég frekar svona hlédræg og róleg og er ekkert mikið svona, það kannski myndi ekki lýsa mig sérstaklega vel að vera svona tjá mig eitthvað svona opinskátt. Já. En mér finnst bara svo mikilvægt, sko, ef ég sést síðan hinn með borði og ég hef rekist á einhverja status einhvers staðar eða posta á Instagram með eitthvað sem hefur hjálpað mér ótrúlega mikið. Já. Þannig oft er þetta hugsunin, þú veist, kannski er einhver sem, þú veist, misti líka eitthvað og að því ég hlusta á podcast sem einhver hafði mist foreldri líkur sjálfsvígi og það var bara þvílíkt sem það hjálpaði mér að tengja eitthvað. Þannig ég held að sé ótrúlega mikilvægt að deila og að að leyfa sér að tala að því að auðvitað mikilvægt að tala um svo hluti og ekki vera skömm eða og ekki vera þögn yfir þessu, sko. Og auðvitað er misjafnt hvernig fólk sko höndlar það og á hvaða stigi það er í svona sínu sorgarferli og ég er svona mikill talsmaður þess að maður vinni úr hlutunum og maður vinni í hlutunum og allt þetta en síðan sem var ég að hlusta á eitthvað daginn, ég var að hlusta á 2 stelpur sem mistu mömmu sína, sem sagt, systur sem mistu mömmu sína ungar og
þær voru að tala þú veist, þá voru allir alltaf að spyrja þær, þú veist, ertu ekki, örugglega hjá sálfræðing, ertu ekki alveg örugglega að leita að hjálpar og eitthvað svona, og þær bara, þú veist, það hefði ekki verið séns, ég hafði aldrei getið gert það þá, ég bara var ekki þar, ég bara þurfti að vera bara í bara mínu ferli og bara eins og ég og Maggi voru mjög ólík með það hvernig við erum búin að vera að vinna úr þessu og sérstaklega fyrst. Við þurftum bara að heyra frá sálfræðingnum, bara heyrðu, hans heili bara virka svona, hann þarf núna bara að vera í forðun, hann ekki tilbúin að fara djúpt í eitthvað svaka áfallavinnu, en ég var þar. Ég var bara, ég verð að byrja strax og ég get, strax og ég treysti mig til í rauninni. Þannig að það er mikilvægt að fara og þú veist, leita sér hjálpar, en maður þarf auðvitað líka svona finna það hjá sér. Já, ég held að komið þegar að kemur, ég hefði ekki verið tilbúin þegar mamma deyr, að ég held að það sé svo mikilvægt að fara í gegnum þetta. Já. Að þetta ferli, þú getur ekki drifið í gegnum þetta. Nei. Að ég ætlaði að drifa mig í gegnum þetta, að því ég komin 11 vikur á leið með yngra barnið mitt þegar hún deyr og ég ætlaði að vera búið með þetta, hún deyr í byrjun júlí og hann fæðist 14. janúar og ég var bara með hérna tímalínu og ég ætlaði bara, þetta var bara tíminn sem ég fékk, ég ætlaði að leyfa mér alveg að syrgja allan tíman en svo auðvitað bara það ekki þannig gekk það ekki og höggi kom oft síðan þegar hann fættur en mér fannst pínu svona fyndið að horfa eftir og bara gat fundist að ég man bara eftir að hafa hugsað og það var bara rökrétt fyrir mér að klára þetta ég bara, á 6 mánuðum já, og bara auðvitað, þú ert bara ólétt og ert bara, heyrðu, ég ætla bara alveg að leyfa mér, en síðan þarf ég nú að vera bara til staðar fyrir, standa upprétt. Já, ég þarf bara að vera mamma og bara, já, ég skil það og síðan er þetta bara alls ekki þannig. Nei. Og það er svo skrítið hvað þetta kemur í, einmitt svona miklum, hvað sem að bylgjum eða, já, ég hef oft svona líkt þessu við bara, þú veist, eins og þegar maður er í öldum, stundum kemur bara svona, bara einmitt risastór alda og maður er einhvern veginn ekki tilbúin fyrir hann og allar hinar eru búin að vera svona svolítið litlar og undan, svo kemur einhverjum bara alveg tekum hann með sér og maður bara reyna að halda í, þú veist, maður ætlar einhvern veginn að reyna að standa í gegnum hann eða eitthvað og það bara virkar ekki. Og oft bara þegar maður ætlar sér síst af öllu að fara að upplifa einhverja öldu, þá einhvern veginn þá kemur hún þá kemur hún og hún kastar hann niður Já. Ég bara með alla í bílnum á leiðin eitthvert og svo bara heyri eitthvað lag og ég bara þú veist, mamma bara hágrátandi frammi það bara út af einhverju lag sem fjallaði þú veist, hvernig það væri upp í himnaríki eitthvað og ég fer að sjá hann fyrir mér og þá bara gjörsamlega einmitt losna allar varnir En ég held að það sé alveg mjög mikilvægt fyrir börn að þú veist að þetta sé ekki eitthvað allt á falið Nei, og þetta hefur aldrei verið hjá okkur Nei. Þetta hefur alltaf verið ég einhvern veginn ég bara eins og nökkvi sonur minn sem að fæðist hálfa ára eftir að hún deyr, hann alltaf hefur aldrei hitt hana en hann er búinn að vita bara hann heyri það bara oft á dag að, ekki oft á dag, oft í vikur samt að amma Maja hún á heim í hjartanu og hún á heim í tunglinu og í stjörnunum og í himninum og þú veist, þegar hann var í maganum mínu þá dó hún og hún var alltaf að knúsa okkur og svo var hann dáin og þannig að það er mjög, mjög opinská umræða heim í okkur að amma Maja sé dáin og það er ekki tryggur á heimilinu okkar þetta er bara, og voru með svona Nadia og mamma mála verk svona fíguru, svona svolítið Óla Prygg fíguru í svona kjól alls konar litin og þær gerir þetta saman og þetta hangir á veggnum heima og þegar Nökkvi bara lítill, bara 10-11 mánuða aðeins farin að svona skoða í kringu sig kannski aðeins eldri en hann var svona aðeins byrja að tala þá var þetta amma Maja og hann vildi fara að kissa ömmu Maja góða nótt og mér stundur svo áhugavert að pæla í svona hvernig upplifir hann, hvað heldur hann að sé amma Maja heldur hann að mér er svo áhugavert að velta fyrir mig hvað, þú veist að því að ná aðra ömmu en svona og hvernig tengir hann þá einmitt, þú veist, þetta er rosalega skrítið svo stundum, þú veist svo ég verið
grátandi og ég segi bara við hann, ég bara sakna svo mömmu minnar og þá segir hann, ég ætla að fara, ég ofurhetja og ég spæti mann, ég ætla að fara í tungli og ég ætla að sækja hana fyrir, hún alveg að koma mamma, þetta verður allt í lagi og einhvern veginn, þetta bara það sem að einhvern veginn elsku besti já, mér svo að því að svo langt frá þeim stað, þú veist, minni sín á að deyja þú veist, þessi sín var svo langt í burtu frá því áður en ég missi hana já, ég einhvern veginn tek ákvörðun að gera þetta ekki að neinu óþægilegu umræðu að taka nei, og ég held að svo margir séu hræddir við, þú veist, þá er ég að láta barninu mínu líða óþægilega og en ég held að þetta sé eiginlega bara akkurat öfugt. Ég upplifði þetta sem, þú veist, mjög heilbrigðan hlut að börnin sjái að maður sakni og það er partur af því að vera manneskja, að maður saknar og að maður missir og að maður elskar, þú veist, að það er bara, það er ekki allt æðislegt og maður er ekki, maður er ekki fullkominn og maður kann ekki að gera þetta allt bara eitthvað, eða þú veist, það er örugglega ekki heldur að vera fullkominn að ekki gráta neitt, sko, alls ekki. Nei. Þannig að, já, ég hef einhvern veginn verið bara svolítið svona einmitt, leyft mér að vera, með alla tilfinningar, en ég finn það samt að ég er alveg svona, ég kannski syrgi mest svona þar sem ég fer alveg í það að ég er bara algjörlega svona dett inn í svona sorgina, sko. Það gerist eiginlega langmest þegar ég er ein og það er ekki eitthvað út af því ég er að reyna að fela fyrir öðrum eða eitthvað svoleiðis, en hún bara hellist mest yfir mig þá, sko. Þegar kemur eitthvað svona ró já, og það kemur rými já, fyrir já. Og ég er svona svolítið mikið að tala um hann og er mikið að hitta fólk sem er búið að missa og svona, þannig ég er mikið að tala um sorgina, en svona þessi svona djúpa, svona þessi vonda erfiða tilfinning sem er bara svona, þú veist, virkilega sár, hún kemur í rauninni bara þegar ég er ein, sko, eiginlega. Ég tengi við akkurat það. Ég held oft, ég gat ekki gráti ótrúlega lengi, en svo grét ég og ég, þú veist, ég grét ekki bara, ég bara, já, bara allur líkaminn minn, ég fó bara, og mér sé eitt skiptið þá, sko, er ég búin að sorga með stöðinni og það kemur fyrir í lokina í tímanum að í fyrsta eina skipti sem ég hef upplifað mig eins og ég fari út úr líkamanum mínum. Já, einmitt, hvað heitir þetta svona out of body experience? Já, og ég bara svona, ég var ekki aðna. Já, þetta er ótrúlega skrítið. Já, þetta er bara, þetta er bara svona yfir tekumann og það er eitthvað, mér finnst ég ekki hafa farið bara að gráta. Ég bara, það er eins og ég hefði fengið bara eitthvað, líkamann allur var bara lamar. Varstu þá í hópastarfi í sorgarmiðstöðinni eða? Já, og varstu þá með öðrum sem hafa mist foreldri eða? Já. Og ég man ekki hvað þessi tími snerst sko. Nei, það var bara eitthvað sem að fékk þig í þetta ástand svona. Já, þetta var lok tímans og ég einhvern veginn, ég held ég að upplega svo mikið svona ótrúlega gott starf sem er unnið þarna. Þetta var svona í lok tímans og ég meika ekki að fara, ég var ekki tilbúin að fara. Já. Af því ég var ekki tilbúin að þá fór ég til bíl og þá var ég ein. Já. Og mér fannst alltaf ótrúlega erfitt að því ég upp á Akranesi segja að þessi bílferð heim ótrúlega erfið, þannig að það var þetta var þessi ótti einhvern veginn að þetta var, já, ég hafði komið með ljósmynd af mömmu í þessum tíma þannig að þetta var svolítið svona erfið tími. Einmitt. Þannig að já, en þvílíkur léttir að hafa farið í eða þú veist, þvílíkt sem hjálpaði mér að hafa farið í þetta hópastarf, sko. Þetta er frábært starf hjá þeim, sko. Ég tengi mjög mikið við að þetta var svona, mér langaði aldrei að þetta væri búið, sko. Ég var svo sérstaklega þegar þessi 6 tíma voru búnir, þá var ég bara einhvern veginn bara, þú veist, ég er svo ekki tilbúin að þetta sé ekki lengur partur af rútínun okkar, að því við tengdumst svo mikið þarna, sko. Það var bara svona bílferðirnar, ég og Maggi. Já. Þannig að þegar við fórum, þú veist, og vorum að tala þarna og við fórum, held ég, hálfu ára eftir að hann fór eitthvað svoleiðis, svona í kringum þann tíma og og við vorum einhvern veginn á alltaf svo góðum stað, maður er náttúrulega bara að opna á og leyfa sér og síðan sest maður í bílinn og við gátum einhvern veginn, þessi bílferð heim var einmitt kannski öfugt við það sem þú ert að segja, þá var hún svo ótrúlega góð af því þá vorum við ennþá svo, maður er svo opinn, maður er svo komin á einhvern svona stað þar sem maður er bara til í að tala um allt og
Já, síðan einhvern veginn þegar þetta var búið, þá var maður bara, þú veist, ég væri svo Já. til í að vera í einhverju svona, út af maður að tileinka tímanum sínum þeim og það rosalega góð tilfinning. Man líður eins og maður sé, þú veist, gefa þeim tíma. Já. Og það stundum svona sár partur af því þegar maður missir einhvern, að maður að reyna að finna einhverja leið til þess að þau séu ennþá partur af lífinu manns. Já. Hvernig, þú veist, hvernig ger ég núna manneskjuna sem ekki lengur hérna, hvernig bý ég til rými þannig að hún sé ennþá partur, þannig að fólk gleymi ekki eða, ég veit það ekki, það einhver svona hræðsla. Já, það bara, mér finnst það ótrúlega rökréttur ótti að óttast að hún sé gleymd og að lífið hennar skilji ekki eitthvað eftir. Akkurat. Einhvern veginn. Það eiginlega bara svona drifkraftur minn að svona, ég var ótrúlega lengi bara svona svolítið áttavilt með hvernig einhvern veginn, þú veist, það var bara, ég hugsa bara lífið hennar verður að þýða eitthvað mikið, þú veist, hún verður að skilja eftir sem hún gerði, það skildi eftir sig ótrúlega mikið og hún algjörlega mögnuð, sko, en ég fann þetta, þú veist, það svona ótrúlega mikið utanumhaldi kringum, þú veist, kringum andláti, kringum jarðarförina og einhvern veginn fólk sem bara, þú veist, bara þvílíkt þakklætt fyrir fólk sem bara komið mat til okkar og alls konar svona, en svo líður tíminn, og ég veit að margir tala um þetta, að eftir, þú veist, þegar þetta búið, bara eftir jarðarförina, og þá bara svona, ég fann mér svo mikið bara ekki gleyma, þú veist, og mér fannst svona, ég var svo miklu lengur í svo miklum sársauka heldur en að samfélagið svona gerir ráð fyrir og það var bara eins og ég ætti að vera búið með þetta og ég hef svo ótrúlega oft einhvern veginn bara Salín, nú þetta búið, nú verður að hætta að tala um hana, skilurðu, að segja þetta sjálf um mig en ég þurfti bara einhvern veginn að vinna með, þú veist, líka átti mig á að ég þarf aldrei hætti að tala um hana en það hætti ég aldrei að tala um hana en það búið að breytast svona, það er ekki ég upplifi ekki sársaukaði lengur, hún einhvern veginn bara alltaf þegar ég sé fallegan himinn, þú veist, bara ég sé hann í öllu einhvern veginn, sérstaklega svona náttúrunni og einhvern veginn, þannig ég upplifa hana bara eins og ég fer út á leiði, ég upplifi ekki neitt þar, þú veist, það en heima mér, þau upplifa hann miklu meira, ég hef ekki farið til leið, þú veist, út á leiði í ár, ég finn þetta ekki í mér. Nei, og ég held að það sé bara ótrúlega eðlilegt, það bara sumir með tengingu þarna og finna, þú veist, þarna get ég eitthvað tala við náttúrulega svona, ég hef ekki fundið það, sko, ég hef svona reynda svolítið, mér finnst mjög mikilvægt að það sé fallegt hjá honum og mér finnst ég bera ábyrgð á því, sko, það engin annar að fara að sjá leiðið hans nema ég myndi biðja manneskju það, sko, og ég hef tekið tímabil þar sem ég hef ekki farið lengi og svona, og ég fæ bara bila samviskupið. Já, það? Já, ég fæ það, sko, en það út að ég svo hrædd að það sé ekki fallegt hjá honum og mér finnst það svo erfitt, en ég tengi samt ekki beint mikið við kirkjugarðinn, sko. Nei, ég held að kannski hjá mér það, ég ekki að sjá leið hennar, það það, ég klukktíma að keyra því, sko, heiman frá mér, einmitt. En það, ég get alveg ímyndað mér, ef ég væri að bera ábyrgð á leiðinni, þá myndi ég örugglega finna miklu meiri svona, af því það skiptir mig líka miklu máli. Já, manni langar að þetta sé fallegt. Já. Maður vill ekki að þetta sé einhvern veginn svona þessi sé gleymt, en sko, ég tengi miklu meira við að bara, þú veist, kveikja á kerti heima, þú veist, og bara tala við hann þannig, sko, eða hugsa til hans og en síðan sumir sem bara fara hverjum degi og bara finna svo mikla tengingu þar. Og það þá bara líka, það bara rosa gott. Dásamlegt að fólk finnur það einhvern veginn. Ég skammaðist mín nefnilega fyrir að vera ekki nógu dugleg að fara, sko. Einmitt, ég líka, algjörlega. Svo fór ég, sko, með ég var lítinn frænda og fór með hann síðast sumar. Já. Og þetta var svona saga sem kendi mig bara að ég þarf ekki að fara þangað. Ég kaupi aldrei blóm áður en ég fer, ég tíni alltaf úti, ef að það býður upp að, ég vil eiginlega bara fara þegar gott við en og bara tíni svona íslensk náttúru illgresi eitthvað og setja og þannig ég er búin að búa til svona hefð, við erum samt ekki nógu duglega að fara, en það er svolítið vandræðalegt að kalla þetta hefð, en við tínum semst blóm ef við förum og ég fer semst með litla frænda minn og ég segi, við ætlum að fara til ömmu Mæju að gefa henni blóm og hann alltaf á þessum tíma svona 4-5 ára eitthvað svoleiðis og svo eru komin þetta leiði og hann horfir yfir leiðin og segir,
ég ætla ekki að fara hingað og ég segi, já, amma Mæja hér og hann segir, nei, ég ekki að tala þessa ömmu mín, ég vil fara að hitta hina ömmu mín og þetta var svo fallegt að því mér fannst, ég náttúrulega upplifði, þú veist, mér finnst bara eins og mamma hafi að þetta litla innlega barn einhvern veginn og mér fannst í gegnum þetta að mamma mín verið að segja mig, þú veist, Sally, að ég þekki mömmu líka og mamma, þú veist, var ekki, hún hefði aldrei viljað myndi fara að kaupa ykkur rósi fyrir hana, sko. Og ég keyri síðan með hann til ömmu minnar, sem sagt, og hans, og sem sagt mömmu minnar, og hann vildi gefa henni blómin. Já. Og það fannst mér svo fallegt. Því að mér fannst þetta eitthvað, þetta svona kendi mér einhvern veginn ótrúlega mikið og ég er búin að fara þarna 2 síðan eða eitthvað, þú veist, þannig ég bara svona, ég sleppti alveg tökunum á þessari svona pressu á sjálf á mig. Ég held líka bara að maður þurfi, þú veist, maður þarf að sýna sjálfur sér svo mikið mildi þarna að því að þetta á ekki vera kvöð, engan veginn, þú veist, það er ekki tilgangur með þessu, þetta á að vera, og allt held ég í sorgarferlinu, þegar þú ert, þú veist, þegar þið langar að kveikja á kerti, að gera það út af því þið langar það ekki að því þú þarft þess, þú veist, þótt þú sért ekki að gera eitthvað að mæti í kirkjugarðinn eða búa eitthvað til fyrir manneskjunu og hafa eitthvað svaka flott einhvern veginn, að þá ert að minnast manneskjunu bara á þinn hátt og það er bara, þú veist, það er nóg. Ég fann þetta bara svona leið fyrir að hlusta á mig og bera einmitt bara svona meira mildi til mín, meira virðing fyrir mér, þá fór bara lífið að leiða mig áfram inn í, bara hvar ég finn fyrir henni og hvar ekki, sko. En mér svolítið fyndið að tala kertið, að því að, sko, sonur minn er með öndunarfæra sjúkdóm, sérst, barkinn á honum ég fæðist með sjúkdóm barkanum, sem sagt, með fæðingalla og þannig ég hætti að nota þvottaefni með einhverju eiturefnum í og ég hætti að nota kerti, ég elskaði kerti, sko, en svo las ég sá einhvers staðar að þegar þú kveikir kerti, þetta er ekki fact, sko, en ég las það með svo fallegt að ef þú kveikir kerti þá sjá þau hinum megin þig í gegnum kerti og ég byrjaði að kveikja aftur kerti og það er bara svona stutt síðan, sko, ég kveikti ekki, mér fannst það bara eitthvað svo fallegt að að ég get endilega alltaf tengt kerti við, en ég gera eftir þetta að svona eitthvað við kertalogan, en það sést var viðkvæmt fyrir öndunarfærin á henni. Einmitt, bara mjög skiljulegt. Þannig að svo misjafnt hvernig maður einhvern veginn, svo misjafnt eftir tímanum hvernig ég tengi við algjörlega, það bara kemur allt í einu eitthvað, síðan bara, þú veist, þetta er svo mikið einmitt, bara þessi sjór, maður er bara eitthvað, maður veit ekki, kemur allt í einu eitthvað tímabil þar sem maður bara, og við erum núna, bara einmitt þetta með kirkjugarðin, við erum núna að fara saman í hverju viku, þannig við förum alltaf á sunnudögum og erum bara með reglu ef að við komumst ekki á sunnudegi að þá, þú veist, ákveðum við annan dag í vikunni, þannig að það sé ekki bara hvað förum einhvern tímann í vikunni, heldur að sé bara förum á þriðjudaginn og það hefur, sko, verið svo gott fyrir okkur að bara, að gefa okkur svona þennan tíma. Þá er maður einhvern veginn svona svolítið saman að tala um hann og svona gefa, svona alveg svona, og ert bara búin að búa til þetta rými. Það er bara það, sko. Já, kannski svona svipað og lýsi með bílferðina. Já. Eða skilur þessi einhvern veginn að því oft er maður að koma mindsetinu í. Já, og svona bæði svona samstilla sig. Út af þú veist, maður er oft bara svo mikið með sína sorg, sko. Já. Og og svo kannski segi eitthvað Magga og hann er ekki, þú veist, hann er eitthvað að hugsa eitthvað annað, að gera eitthvað annað og hann er ekki þar og þá er ég ekki ná þeirri tengingu sem ég vildi og skilur. Þannig að það er svo gott að hafa þennan tíma og maður veit, þú veist, þarna erum við að fara bara að vera einhvern veginn með honum, þannig séð, eða þú veist, tala um hann og einmitt. En hvernig manneskja var hún? Hvað áhugamál hafði hún og hvað fannst henni gaman að gera? Hún var bara einstök og ótrúlega fallegt og gott hjarta og ótrúlega góð kona og mikil listakona og prjónaði bara ótrúlega mikið og saumaði út og bara hún var svolítið fær í höndunum ótrúlega fær í höndunum og ótrúlega listræn bara svona í sér einhvern veginn og hún var líka bara svona típa sem að hún gat bókstaflega allt og ótrúlega sjálfstæð og hún vildi einhvern veginn ekki þú veist, hún bara reddaði öllu sjálf bókstaflega og reddaði afsláttum alls það líka sko ef að hún þurfti þú veist,
að sækja eitthvað þjónustu eitthvað staðar og ég man bara mér fannst hún þegar ég krakki og svona, fannst mér hún svo vandræðaleg bara hræðilega, af því að hún svo bara svona, henni var alveg saman hvað öðrum einhvern veginn fannst hana hún var alltaf ofsalega hún mjög svona ungleg sál líka. Ég ætlaði einmitt að segja sko, ég náttúrulega bara sem myndir á henni Já. hún svona alveg skvísa Algjör, já. Og ég hef kannski svona ekkert endla séð mig ég hef aldrei séð hana fyrir mér eitthvað svona gamla, af því hún Nei, þú einmitt. ég trúi líka bara að þú ákveð bara sjálf að verða gömul, já, ömmu sem er ég man ekki hvað hún gömul skiptir ekki máli, en hún er bara eins og jafnaldri minn einmitt. ég upplifa hann ekki, við vorum sko í kasti daginn af því að við vorum að tala boccia. Já. Hún er alveg aldrei við þá sem boccia en hjálpa mér ef hún fyrir boccia. Einmitt, hún er bara ekki að tengja. Nei, hún er bara algjör, hún er bara þvílík vinkona sko og bara eins og tengi fyrir eitthvað við ungt fólk sko. En já, Þannig að hún var þannig líka, mamma þín. Svona ungi anda, Já, og bara svona bara eins og ég var að díla við svo mikið, ok, nú er ég að vera 30 og þá á ég að vera svona og þetta var alveg svolítið erfitt fyrir mig og ég hef svona skildið svolítið mömmu mamma hefur mögulega verið líka hún að díla við þetta að setja sig upp samferðsli box en ég þarf svona að ná í ég finn það alveg nefnilega þegar ég tala mömmu og þegar ég er svona að fara eitthvað tengt sögun hennar þá svona bara þetta er þessi örgulega þetta er eitthvað svona áfallega tengt eitthvað. Algjörlega, Var hún með einhver svona áhugamál sem að, fyrir utan þetta, þú ert búin að segja, hún var svona mikið að sauma og þannig, var eitthvað svona sem hún gerði, sem að þú hefur kannski svolítið svona líka tekið upp? Já, bara, mest bara þetta svona, þú veist, ef klósta bila þá bara lagaði hún það. Já, svona sjálfstæði, svona reddari. Ótrúlega sjálfstæði. Og ég, einhvern veginn, þú skrítið eftir deyr, sko, þá bara svona, þá byrjaði ég að prjóna og ég byrjaði að hekla, þú veist, hún kendi mér reyndar að hekla en ég var bara svona nýbyrjuð þegar hún deyr, en ég bara svona, og ofta svo vant bara svona mamma, ég væri svo mikið til að sýna þetta, þú veist, eitthvað, og stundum hugsa ég bara svona, við værum svo góðar saman núna. Og mér finnst oft svona, eins og hún hafi svolítið mist, svona vöxtur sem hefur orðið eftir hún deyr. Akkurat, að þau fá ekki að sjá það. Óskar að hann hefði verið með henni einhvern veginn. Akkurat. Þó við höfum verið ótrúlega góða vinkonur. En mögulega er líka það að missa eitthvað svona sem að hrindi manni í eitthvað rússi mann, sko. Ég held einmitt, hún væri náttúrulega ekki að kynnast þér eins og ert núna því að þú hefði þá ekki þetta áfall og þá hefði eitthvað annað gerst. Skilur þú ekki það að þú hefðir klálað, þú veist, þetta bara verður maður eldri og þroskast og eitthvað en það kemur bara allt annar þroski. Já, það er svona ástímabilarna sem bara gjörsamlega, hún deyr hann í júlí, ég kom 10 vikur á leið, svo einmitt fæðist nökkum með þennan þetta heitir laryngomalacia og tracheomalacia og fæðist með vöðvaslappleika og settur í genapröfur og fyrst vissu við ekkert hvað væri og í rauninni þú veist það að missa mömmu það svona, þú veist ég vissi að ég þyrfti að vera sterk og standa upprétt einhvern veginn, það var ekki boðið einhvern veginn annað fyrir mig því að ég var barn og annað í maganum og eitthvað en síðan það að hafa eignast nökkva það kendi mér að standa með sjálfur í mér og bera virðingu fyrir mér og berast fyrir börnunum, þú veist þetta er bara sko á svo stuttu tímabilið þá fer ég úr því að þú ekki að segja neitt vera alltaf sammála öllum, bara algjör kameljón yfir í að finna eitthvað styrk innra með mér sem ég bara aldrei viti eitt til sko. Einmitt. Þannig þetta er svona bara verið þvílík umbreytingarna á þessum tíma og þessi kennari sem að hann er sko hann er alltaf hafa fyrir sig frá því hann fæðist sko. Og þetta er alveg rosalegt verkefni þannig að vera í bara sorgarferli og eignast hann og hann síðan með sjúkdóm og þið upp á spítala í langan tíma, er það ekki? Jú, það er bara ógeðslega erfitt og líka bara einhvern veginn, svo náttúrulega veit ekkert fólkið á spítalum veit náttúrulega ekkert sko, Nei, mitt. Þú veist, það vissi ekki að við væri bara hálfa ári fyrir búin að missa mömmu mína úr sjálfsvíð sko. Akkurat. Og
þú veist, þannig ég færi enga þannig séð þjónustu að það ótrúlega langur tím sem tekur einhvern veginn að koma okkur inn að þau fyrst héldu að við varum bara að fara heim strax. Það væri bara eitthvað svona smá slappur hérna barki. Þannig að þeir eru ótrúlega lengi að koma okkur inn í einhverja þjónustu og þegar hann er 2 mánaða þá kemur til mín hérna djákni á Landspítalanum og hún bjargaði lífinu mér á þessum tíma sko gjörsamlega. Hún kemur bara á hverjum einsta degi og hlusta bara á mig tala og babla og já, ég held í alvörunni að hún hafi, þú veist, þannig ég fekk að því ég er frekar svona, ég þóra alveg að tala um þetta, skilur, þú veist, það var alveg bara svona, þú veist, en ég bara, auðvitað bara mikið álag á líkamann og kerfið mitt og þvílíkt erfið tími, sko, þannig að hún bara sat þarna og hlustaði og ég bara treysti henni fyrir öllu sem ég hafði að segja, þannig að hún bara gjörsamlega bjargaði mér. Já, vá, það er magnað og örugglega svo ótrúlega mikilvægt fyrir þig á þessum tíma að fá að, þú veist, tjá þig út af því að það bara koma náttúrulega alls konar tilfinningar upp þegar maður missir einhvern og ég get ímyndað mér þegar maður missir úr sjálfsvíði að koma alls konar líka sem að kannski aðrir tengja ekki jafn sterkt við sem missa og síðan að vera með strákiðin og vera hrædd hann og svona, þú veist, það er náttúrulega bara hrikalega erfiða tilfinningar. Já, það er eiginlega, það auðvitað vantar í þegar á barnaspítala. Já. Það er ekki verið, það er enginn að spá í andlegu heilsu foreldrana, sko. Nei. Nema einstaka læknar hjúkrunarfræðingar eða sem eru bara að gefa eins meira af sér, sko. Já, og ég held, sko, ég á eina vinkonu sem einmitt, var með langbægt barn, sko, og var mikið upp á spítala og hún fekk mjög mikla þjónustu. Já. Þannig að ég held að þetta sé svo misjafnt. Maður er líka svona bara smá heppin eða þú veist, ef maður fær góða þjónustu. Já. Og ég er ekki að meina, þú veist, það er mjög flott þjónusta á Landspítalanum, ég er ekki að segja það. Já. En auðvitað, eins og í öllum þessum kerfum, þá er bara mikið álag og alls konar og einmitt vantar svolítið, mér fannst við fá rosalega litlar upplýsingar. Þú veist, við vorum rosalega týnd þegar við fórum á spítala og það var rosalega, svona, ég upplifði mikið að var svona kannski verið að gera lítið úr okkur upplifun og lítið hlusta á okkur og ég þurfti rosa mikið að berjast fyrir því í byrjun. Já. En síðan voru líka frábæra læknar og frábært bara hjúkrunar fræðingar og annað starfsfólk sem hlusta á okkur. Af því að sko sjúkrahúspresturinn var bara innilega frábær og ég bara á honum svo mikið að þakka bara í þessu ferli, hann bara gjörsamlega einmitt, bara eins og þú varst að segja, bara bjarga okkur, sko. Og svona núna út af því að við erum í þessum þætti að tala um sjálfsvíg, að þá er hann svona eina manneskjan sem ég gat sagt við bara ég er með sjálfsvígshugsanir, þú veist, ég hef aldrei verið með sjálfsvígshugsanir og bara mér langar ekki að lifa í gegnum þetta, þú veist, mér langar bara að fara til hans, ég get ekki gert þetta, get ekki verið án hans og hann bara hlustaði og bara já, ég myndi bara hafa áhyggjur að þú værir ekki að segja þetta upphátt, þú veist, það er bara ótrúlega gott þú sért að segja þetta upphátt og ég bara, þú veist, var búin að segja kannski eitthvað svona í áttina við einhverja og náttúrulega fólki mitt bara var í miklu áfalli, en ég er ótrúlega þakklátt fyrir hann þarna og talaði mig opinskátt þetta og það var það sem við þyrstum, sko. Mér finnst einmitt þetta svona að segja það upphátt að maður sé, það er mér svo mikið hugur ekki að segja það að því einmitt eins og allavega myndi ég hugsa að það væri svo ótrúlega eðlilegt í þessum aðstæðum að vera með sjálfsvígshugsanir. Já. Að því auðvitað, þú veist, já, það er bara mjög eðlilegt að maður fari þangað þegar maður lendir í miklu stóra áfalli. Algjörlega. En einmitt hvað er mikilvægt að finna það í fólki að maður megi segja það. Spæ hvað eru dugleg samt. Spæ hvað eru ótrúlega dugleg að survive tíma, skilur. Að bara svona, þú veist. Og þetta er klálega það. Fyrsta árið er klálega hvað get ég gert til þess að ég lifi þetta af. Já. Og síðan kemur sjokkið að allir halda áfram og maður þarf að læra og mér fannst það annað sorgarferli, sko. Að finna að fólk þurfti á einhvernum tímapunkti að halda áfram og byrja aftur meiri í sínu lífi og gat ekki forgangsraða mér og Magga og Pálmari lengur sem einhverju svona bara mjög háu, sko, út af það voru svo margir sem voru bara alltaf heimi á okkur og alltaf að koma og ég var bara mjög duglega að hringja og segja hvað ég þurfti. Svo þurfti fólk að fá sitt space og þú
þú veist, það búið að fara á sína orku, bara búið, þú veist, það búið að í rauninni, þú veist, fara yfir sín mörk í að bara vera að sjá einhvern annan og sjálft, þú veist, allt fólki okkar með sína sorg og svo bara gat það ekki meir og það þurfti líka að hugsa sig og hugsa þú veist, sínar fjölskyldur eða hvað sem það skilur, svo vinkonu mínar og svona, sko. Og ég ótrúlega fegin að ég fattaði, sko, að ég ekki í biturleika eða reiði af því að þetta fólk búið að gera svo ótrúlega mikið fyrir mig og það væri svo ósanngjarnt af mér. En maður bara ósanngjarnt þegar maður í sorg af því að maður bara kemur, maður má alveg vera það, sko. Það má, þú veist. Og ég fór þangað, þú veist, hausinn minn fór í bara eitthvað, hvað akkur ekki bara allir alltaf að hringja mig og tékka á mér, bara endalaust, það árliðið, mér líður eins og þetta hafi gerst í gær, akkur ekki allir að hringja mig, alltaf. Svo bara, ég veit ekki hvað gerðist, bara allt í einu fattaði þetta, bara eitthvað, ég þarf að finna leiðir, þú veist, ég þarf að halda áfram í hversdagsleikunum mínum, hann þarf að vera þannig að þú veist, það þurfa ekki allir að hringja mig alla daga, alltaf. Það bara virkar ekki. En svo gott, þú veist, finna allar þessar tilfinningar, finna bara svona, þú veist, ég bara, oft fengi ég bara alvarlega frekjuköst við Davíð Grey, sko, og ég veit þá meðan ég í þeim að þau eru ósanngjörn, en ef ég myndi ekki, þú veist, taka þau út eða eitthvað, ég ætla, þú veist, byrst afsökunar eftir að þau eru nú kannski ekkert alvarleg, en ég, þú veist, þá lífum bara eins og ég sé bara krakki, skilurðu, en ef þetta færi ekki út, hvað myndi þá? Myndi ég bara bælda niðri og þú veist, bara einmitt þetta, mér finnst það svo mikilvægt að leyfa bara, þú veist, bara fyrir fólk að leyfa öll að koma og þú veist, ég ekki að tala kannski svo lengi sem það heitir ekki ofbeldi, en bara svona, þú veist, að öskra í koddan og að, þú veist, út að hlaupa eða bara allar þess að finna leiðir fyrir þetta og eins og fyrir mig þá það alveg að tala, sko, og ég þurfti bara að gera það, ég þurfti bara að segja bara við, þú veist, bara fólki í kringum mig, bara mér fannst það ógeðslega erfitt þegar þið fóruð þarna til útlandi í þennan tíma eða, þú veist, ég var bara eitthvað neginn bara búin að reiða svo mikið á ykkur og ég bara átti erfitt með það og, þú veist, auðvitað erfitt fyrir fólk að heyri þetta út af því að í svona þá vill að gera allt fyrir mann en þau eru líka fólk sem að þau þurfa líka að hlusta á sig og þurfa hvíld og sinna sér, skilurðu. Og það hefur ekkert með fólkið að gera þú veist, maður er ekki að ásaka manneskuna en þú veist, mann getur samt að lið þannig, það þarf ekki að vera tilfinning. Þetta einmitt ekki Þetta tengist að því að þetta þú veist, þetta tengt þessari mannesku kannski, en ég samt ekki að áfallast hana, af því að ég bara þarf að fara í gegnum þetta ferlið, partur af sorgarferlinu mínu að fatta að lífið þetta ár eftir að hann deyr ekki að fara að vera síðan þannig. Þessi samheldni sem í byrjun, hún getur ekki verið endalaus, af því fólk þarf að vinna og sjá fyrir sér og hugsa sig og hugsa sitt fólk. Algjörlega, og það bara svona annað sorgarferli, það var það fyrir mér allavega, það var annað sorgarferli, ok, þetta ekki, svona lífið ekki, og þetta var, þú veist, það var náttúrulega hræðilegu tími, en það var svo gott að hafa alla svona hjá sér. Ég bara, ég náttúrulega fór öðruvísi að því að ég vildi ekki hafa neitt hjá mér, en ég svona, þú veist, ég tengi kannski, ég ætla að fara að láta eins og ég tengdi, ég tengi ekki, það líka, þetta svo ótrúlega þetta svo ólíkt, mér finnst bara best að vera ein, en auðvitað þarf maður á tengingun að halda, mér finnst líka á saman tíma aðdáunarvert, þú veist, fyrir þá sem, þú veist, að bara líka það, ég ekki dugleg að þiggja kannski aðstoð, eða ekki biðja hana kannski, en þetta tók alveg smá tíma að venjast, sko. Já, það ég var alveg bara, að vera með fullt. Ég bara ætla að reyna að segja já þegar fólk að spyrja þarf ég eitthvað og ég ætla bara að vera og ég var örugglega, sko, alveg bara frek, sko. Ég var bara, mér langar að gera þetta og ég vil að, þú veist, fá þetta í matinn og þú veist, nei, ég vil ekki fá svona, ég vil bara fá frá þessu, þú veist, ég var alveg bara. Ég var bara svo, þetta nefnilega svo, sum vilja ekki að sé sagt samhryggist til dæmis. Einmitt. Og sumir vilja ekki fá neitt, þú veist, sumir bara tala bara blóm, bara, ég get ekki hugsa mér, bara fá þú veist, bara, hverju þurftu allir að koma með blóm og meðan ég elskaði það, mér þótti svo vænt það. Þetta svo misjafnt, þú veist, það engin uppskrift einmitt en mér langar að segja að þú veist, tala hann tíman, ef ég er búin að tala tíman eftir á, ég heyrði þetta semst, þegar ég var í sorgarmiðstöðin, þá heyrði ég minni mig að þetta sé eins og bara svona fyrstu 2 áriðin þú fæðist
þú þarft alveg að læra allt upp á ný, eða skil það Einmitt. bara að missa, Já, þú þarft að læra allt aftur og mér fannst það algjörlega. svona, þegar þú varst að segja þetta þá svona náði ég einhvern veginn að hugsa þetta þannig að Já. þú bara svona fyrst þurfa börn sko bara alla, Ástina og aðhaldið Já, og þau síðan geta ekki þurfa þau að vera einu sjálfstæð. já, þau eru bara Já. að kunna að opna augun, skilurðu, það Já. er bara, maður er einhvern veginn ekki fær Ég var bara, ég er ekki annað. að grínast. Ég man eftir tímabilin þar sem ég var komin á bara þann stað, ég var bara, heyrðu, ég er að biðja hérna þessa vinkonu mína, ég er alltaf bara, ligg bara upp í sófa, ég bara, nannar rétti með þetta, ég var bara orðin eins og ég væri bara, gæti ekki staðið upp og farið og fengið mig vaskla sjálf, skilur. Já. Og og ég þurfti svona að fara tilbaka og vera bara, heyrðu, þetta er ekki málið, af því að Nei, já. sko vinasamböndum mín breyttust rosalega mikið. Ég þurfti að, þú veist, byrja að hugsa aftur, ég þarf að spyrja þau hvernig þau hafa það, hvað þau eru að gera, þú veist, af því maður verður, ég varð bara, það kom bara svona svolítið, komst ekkert annað að hjá mér, sko, en að mér leiði illa. Nei, bara eðlilega. Já. Eða þú veist, mér stóð mjög rökrétt einhvern veginn. Já. En veistu hvað, veistu hvað ég fór að segja þetta? Ég er nefnilega upplið þegar þú varst að tala núna sumar, Já. þá hugsaði ég, hún er að læra að labba núna. Já. Af því fuglarnir þurfa að fara á hreiðrinu, skilur, Æi. að fattur ekki minna. Já. Að þú veist, fólk þarf að fara að gera sitt, en það er að því þú kannt að labba núna. Fattur þau? Mhm. Það er nefnilega þetta, þú veist, að Mhm. ánsi ég veit það, sko. Já. En ég bara svona, þess Já. að fór ég að segja þetta, mér finnst þetta pínu svona skemmtilegt að Einmitt, þú veist, svona sérðu þetta alltaf í svona myndlíkingum, mér finnst það mjög mér skemmtilegt. svona einhvern veginn, Mhm. ok, þú veist að þú veist, fyrst er maður ekki fær það og svo getur maður allt í Já. labbað og svo getur maður hlaupið og svo getur maður klifrað, þú veist. Einmitt, og svo er, þú veist, fólki í kringum mann að reyna að meta, þú veist, hvenær má ég sleppa takinu aðeins eða hvenær á ég að, þú veist, Já. og það, það er erfitt að meta það rétt. Það sé ótrúlega mikilvægt að við, séum með fólki í kringum okkur og ég er með þakklátt fyrir það að ég veit að ég gæti núna leita til mjög margra, sko, ef ég væri á þeim stað. Út af við þurfum að geta leita eitthvað, þurfum með þessar hugsanir og já, mér langaði kannski að svona úr þessu tala mömmu þína Já. og hennar veikindi. Geturðu sagt mér aðeins frá því svona aðdragandanum og svona hversu mikið þið vissuð af Já. hennar vanlíðan og svona? Sko, mamma hefur alltaf alveg verið með svona kvíða og já, bara svona svolítið oft stressuð og einhvern veginn, ef maður, þú veist, kallaði á hana í vitlausum tóm, þá bara hvað? En það var ekkert að, þú veist, þannig að hún var einhvern veginn oft svona einhvern veginn stressuð og svona án þess að ég ætla að fara út í það að fara eitthvað að segja hennar sögu að Já. þá var, þú veist, lífið hennar var oft ekki sanngjarnt og sérstaklega bara svona árin áður en hún deyr, sko. Og ég held hún hafi bara búin að fá held ekki, hún var bara búin að fá taugafall og hún var bara frá minni sín bara hún ekki ólík, sko, hún var svo elskuleg og svo góð en svona eftir að hyggja að hafa hugsað tilbaka að hún var bara svo brotin. Já. Og svolítið svona henni fannst hún svo frosin og hún hafði farið, sko, hún sérst deyr í júlí og frá svona febrúar eitthvað svoleiðis, þá hafði hún verið ótrúlega mikið, þú veist, farið inn á geðdeild, komið heim, farið inn á geðdeild og hún sérst lést á fimmtudegi. Föstudeginum á undan, þá hafði hún verið útskrifuð eftir viku innlögn á geðdeild og þau höfðu gert, sko, lyfjabreytingar. Svo átti hún að fá eitthvað símanúmer helgina sem hún átti að geta hringt í við eitthvað, eða hún átti að fá samband við eitthvað fjölsakja eitthvað, en samt var hún, sko, útskrifuð á föstudegi, þannig að þú veist, hún hafði engan helgina. Einmitt. Og svo já, bara þarna á fimmtudeginum var ótrúlega skrítið líka, sko, að maður fær eitthvað tilfinningu. Þess að ég hafi fengið tilfinningu, sko, það hringdi í mig og spurt hvort ég sé búin að heyra í henni og bara það að einhver hafði ekki heyrt í henni, ég hætti að borða og ég fór út og ég bara strax fattaði
en sko hún finnst þannig að deginum eftir á föstudeginum og þessi sólhringur var sá bara hræðilegt og ég kemst að því sko ég sambandi við lögregluna þarna þegar verið að leita og ég er stödd á Stokkseyri og ég fæ fréttirnar og ég er á bílaplani á svona möl, svona stein og ég bara dett niður sem betur fyrir vinkonum ég með mér og við vorum semst að leita og ég bara datt, ég man eftir mig liggjandi í malbygginu með andliti í mölinni og ég eitthvað að reyna að koma með hugmyndi við lögregluna bara, ég veit henni langar að kaupa sér eitthvað sumbústað, bara kannski hún þar eitthvað og þá heyri ég bara Salný mamma henni sem fundin, hún látin og þetta er bara svona þetta er þetta búff bara svona það kemur bara eitthvað svona algjörlega óraunverulega tilfinning það sem maður bara, þetta er ekki alveg líf mitt sko, það bara ekki sjens ég veit ekki maður fer í afneitun bara ég fæ gæsa á þetta já, ég líka svona upp sko þetta er rosalegt bara, það var allt í lagi og svo bara er það bara allt og það er þetta moment, þú veist, nú er líf mitt breytta í lífi já, sem að slær mann svona einhvern veginn alveg ég kemst ekki lengra sko og næstu dagar eru bara svolítið í svona búffi já, ég trúi því búffi já, bara allt í einhverju svona móðu og þannig að hún er þessa viku inni á geðdeild já, ég held að vera vika eitthvað slags, já kemur út á fimmtudeginum nei, föstudegin á föstudeginum útskrifast á föstudegi og finnst á föstudegi þannig að það er vika sem hún er út já, ég skil, þannig á fimmtudeginum eru þið að leita á henni þá er það ekki, já ég skil eða sko bara seint á fimmtudegi ég reyni að leita henni á föstudeginum sko. já, einmitt en síðasta skipti sem ég svona heyri rödd eða svona veit af henni í nálægð við mig þá er ég sko upp í rúmi svo þreytt og hún kemur að sækja eitthvað kemur með eitthvað og ég hugsa bara oft eða sko, já að ég er svo öðvöld að hugsa eftir á skilur bara, ég hugsa svo oft eftir og bara mamma komdu og verti hérna skilur að því henni leið náttúrulega ekki vel henni fannst erfitt að vera ein en þú veist ég skil þú veist, ég verði náttúrulega bara til að hafa hana uppi hjá okkur allar nætur sko, bara fyrir að hafa hana þannig að þú veist, maður getur ekki fara nei, og svo er það, þú veist, það er bara þessi tilfinning þegar maður missir í sjálfsvíði maður fer í þetta bara hvað hefði ég geta gert öðruvísi, hvað ég geta sagt öðruvísi, allt þetta ég upplega þetta líka með Gunna að ég bara, þú veist hefði ég geta séð eitthvað, var eitthvað í umhverfinan sem var að hafa áhrif á að hann höndlaði ekki þennan vírus sem hann fékk að því hann deyri náttúrulega af bara svona mjög venjulegri kvefpest eða þannig að ég fer bara í allt, þú veist, bara gaf ég honum nógu næringaríkan mat, gaf ég honum þetta, þú veist, og ég þurfti að vera bara, ég var lengi með sálfræðingnum mínum, aftur og aftur, að, sko, ég var að telja upp hluti sem hann borðaði og hvort að hafi verið nógu næringi í því, að ég var bara heltekin að því að ég hafi gert eitthvað vitlaust, og hún bara, Lilja, það eru til krakkar sem borða bara franskar í öll mál og þau lifa. Bara, já, ég veit ekki, en síðan gæti það verið út, þú veist, og ég bara var alltaf að reyna að finna og ég held að það sé eitthvað sem að fólk upplifir mjög oft. Líka þegar fólk lendir í slisi, hvað ég hefði hringt og beðið hann að koma, eða hvað, þú veist, þannig að heilimanns er að reyna að koma í veg fyrir þetta gerist aftur. Þannig að hann reynir að finna örugglega einhverja leið, ok, nú skal ég bara alltaf segja við alla, bara ég skal hlusta á þig hvenær sem er, en lífið er bara ekki þannig. Það fyrir svona, maður fyrir svona að leita villunni. Ég held með þess að bara fólk sem, þú veist, kannski ekki búin að tala um mömmu minni ári eða eitthvað. Akkurat. Bara, ef ég hefði. En ég heyrði eitthvað tímann, við erum ekki svona máttur, við erum ekki við, skiljum, við getum ekki. Nei. Já, ég held, ég náttúrulega sjálf, sko, á mína eigin sögu af andlu veikindum. Þannig að, ég ætla ekki að segja, ég get ekki skilið mömmu mína, ég veit ekki hvað hún var nákvæmlega að upplifa, en ég man eftir hvað ég var að upplifa og það var einmitt, þú veist það er einhvern veginn svo skrítið að sjá þetta báðum megin við að ég man nákvæmlega sko eftir að það var sjálfur að hugleita en það var svolítið bara svona viðsnúningur í mínu lífi sko að því ég var berjast við bara ótrúlega erfiðar hugsanir og mjög þunglynd og leið ótrúlega illa þar til að ég geri tilraun sko 2015
og var í þrjá daga á gjörgæslu í öndunarvél og ég veit ekkert hvað hann hefur þurft að horfa upp á sko. Mér svo skrítið þess að kærasti minn, ég búin að vera með helmingun af lífinu mínu, svona mestan hluta af helmingnum, en já, þú veist bara hvað hann einhvern veginn hefur þurft að upplifa, þannig að mér finnst þetta svo mikill spegill á síðan það kom ekki nálægt hausnum mínum afleiðingarnar af svona. Nei. Ég sá bara hvað mikill væri, þú veist, ég fann bara hvað ég væri ótrúlega mikið byrði. Ég held að þetta geti verið svona, þannig að leið mamma, sko, ekki leið, já, bara þess að Í kjölfar þess bara. Ég hef alltaf voru einhvern veginn, ok, það auðvelt að miskila það sem ég segja samt, en ég hef aldrei einhvern veginn, ég hef alltaf bara svona svolítið búið virðingu fyrir, hún ákvað einhvern veginn, ég veit ekki, en mér varst einn sálfræðingur lýsir þessu freka vel og hún sagði stundum það þannig að þunglindi, bara sjúkdómurinn, þunglindi bara á það að vera, þú veist, með andleg veikindi, stundum dregur það bara fólk til dauða og það bara eins og þegar fólk veikt, langveikt og þú veist, bara fær einhver sjúkdómagreiningu og deyr og og það alveg klárlega hægt að segja að sumir eru þar, að það var bara þetta voru lokin í rauninni endalokin á þessum andlegu veikindum. Bara, hún var ótrúlega dugleg, ótrúlega lengi og mamma mín var eldklár og sérstaklega svo andlega og ég efast það ekki eina sekundu og hún sé bara með mér alltaf. Eða þú veist, mér finnst hún einhvern veginn, allt í henni finnst mér hún verið í öllu. Hún bara einhvern veginn í öllu, hún svo mikið með mér þannig ég svona, þessi sorg svona, þessi djúpa vond og sorg, ég finna hann ekki einhvern veginn lengur og þú veist þannig að það er gott að heyra fyrir mig sem þú veist, styttra einhvern veginn eða styttra síðan og manni finnst eins og svo tilfinning kom aldrei og ég veit ekki hvort að það sé öðruvísi hjá mér en maður, þú veist, fær alveg von þegar maður heyrir fólk segja þetta og ég hef heyrt þegar ég fór til dæmis í hópastarfið þá var einn maður sem hefði mist fyrir alveg, það var alveg komin svolítið mörg ár síðan, ég held að það var alveg verið 15 ári eitthvað svona og hann sagði, þú veist, núna finn ég bara hlýju þegar ég hugsa til hennar og það örugglega ótrúlega gott þegar maður kemst að þann stað og ef maður kemst að þann stað. Ég held bara svona hluti gerist allt í einu og ég held að enginn geti útskýrt þá með orðum. Nei. En ég geti samt, þú veist, sagt, ég bara man nákvæmlega þegar að ég upplifi það er bara ég núna í sumar sko þá fór ég úr því einhvern veginn að því mamma mín, auðvitað var mamma mín ekki fullkomin og hún var alls konar einhvern veginn en það var bara eitthvað moment þarna sem ég hætti að sjá allt sem lífið var búin að svona setja utan á hana, sem sagt bara eitthvað sem hún var búin að læra að skammast sín og þú veist, og bara alls konar svona munstur, fjölskyldmunstur, alls konar eitthvað þú veist, þannig ég sá einhvern veginn bara hjartað hennar, ég sá ekkert annað, ég sá ekki, þú veist, einhvern tímann þegar hún var fjarlæg eða þú veist, gat ekki að gefa mig nóg mikla hlýju eða eitthvað, ég sá bara þetta pjúr hjarta, þetta fallega hjarta, það var ótrúlega skrítið, ég hef aldrei upplifað þetta áður að þú gætir séð manneskju svona og það einhvern veginn þessi svona nærverin hennar, ég finn hana bara, það já. Þessi svona bara hlýja og bara, það ótrúlega fallegt. Þetta sem bara eins og börnin okkar, þau eru svo pjúr, það ekki búið að móta þau, þú veist. Það bara helling að setja á mannesku, sko, allt sem þú ert búin að ganga gegnum og mátt alveg vera stolt að því, skilur, ég sé alveg, þegar ég að hlusta því, þú veist, ég verð alveg stolt og við þekkjumst ekki, sko, þannig, skilur, en maður fær samt svona, þú ert búin að ganga gegnum svo mikið og þú ert að standa því svo ótrúlega vel og þú veist, maður fær alveg svona ég líka alveg stolt af mér nefnilega þú veist, það svo gaman líka að geta sagt það og ég actually það af því að þú má ekki segja það maður á ekki að hrósa sjálfum sér eða gera sig en ég líka, þú veist og maður á að hrósa sjálfum sér algjörlega 100%. En ég get líka einhvern veginn hort á líf mitt núna og verið bara, þú veist, hvað ógeðslega, þú veist, það svo gaman að vaksa í lífinu af því mér finnst lífið vera bara, þetta svona eins og mission bara, þú veist ok, þetta, ég hrætt við þetta, ég ætla að gera þetta ég hef aldrei farið í podcast, aldrei fyrir svona einhverjum mánuðum síðan, aldrei en svo fann ég, sko, þegar þú sendið mér þá var ég hrætt við það
ok, þetta er spari, Já. ég gerir það. Já, Þannig ég á að þetta er gera eiginlega þetta. bara svona, þannig að þú veist, núna get ég einhvern veginn sagt það að mér finnst bara orðið ótrúlega gaman að vera til. Svona undir lokin og þú hugsar eitthvað sem að hún kendi þér í lífinu, hvað viltu sjá í þeim að þau séu líka að gera? Ég er að orða þetta ógeðslega skringilega en bara Já, vonandi skilur mig. ég held ég við alveg skilja, sko. Mhm. Mamma mín allavega, þú veist, ég þurfti aldrei að efast að hún elskaði mig og ég vil börnin mín fara með þá til lífið, en ég vil líka, sko, ég vil líka, þú veist, veganesti sem ég myndi vilja senda börnin mín út í lífið, sem svo sem mamma mín kendi mér ekkert, en kannski það sem ég lært á þessu er að skilja að við erum öll á okkar vegferð. Þú veist, ástæðan fyrir einhvern veginn að þessi fyrir þessa leið og þessi hina, að við eigum ekki að dæma, við erum öll á okkar vegferð, skilurðu. Þú veist, sumir lifa í 100 ára meðan aðrir, skilurðu, lífið okkar er mislangt. Það er þetta einhvern veginn svona dæma ekki aðra út frá hvað ákvörðun sú manneskja við horfum með annað, skilurðu, við sjáum bara lífið út frá okkar eigin glerugum, sko. En já, ég er bara svona að reyna að koma á börnunum mínum sem áfalla streitu lausustum út í lífið, auðvitað upplifa áfall, en reyna að grípa þau, sko. Já, að vera til staðar. Já, bara tala um tilfinningar, að lega fólki einhvern veginn og sjálfum sér að vera virðingu fyrir sér og öðrum. Já, einmitt. Takk fyrir að koma. Það var ótrúlega gaman að fá að heyra meira hana og hvernig manneskjum var og bara hvað þú ert búin að vera að koma gegnum og hvernig þú ert búin að takast á við þetta og ég er mjög þakklát fyrir að þú komst. Já, takk fyrir mig. Ég veist ég svo sem kannski ekki tala mikið um hana, en ég er búin að tala mikið um það sem hún skildi. Þetta var mamma, skilur þetta svona, hún bara hjartað, sko. Já. Það er það sem að lýsir henni örugglega. Já. Þannig bara æðislega gaman að fá að koma. Já, takk fyrir.